Komiði sæl, gestur okkar að þessu sinni Guðmundur Steinn Guðmundsson. Guðmundur Steinn, þú myndir kannski vilja kynna þig til að byrja með og efni sem ætlar að flytja okkur. Já, eins og þú nefndir, þá veit ég Guðmundur Steinn Guðmundsson og ég rafmagnstæknifræðingur og nú kominn á eftirlaun. En fyrirlesturinn heitir Samræmi vísinda og trúarbragða. Og þegar maður talar svona samræmi trúarbragða, þá maður oft að svona spá í, hafa við svipað sjónarhorn á bara tilveruna, efnisheiminn og svo framvegis hinn andlega heim og allt þetta. Þannig að þetta nú mjög spennandi efni og nú vil ég það var nefnilega svolítið sérstakt í byrjun þessa árs, í byrjun janúar, þá var stórt þing vísindamanna í Asíu, þar sem hinn frægasti, það stendur ég ætla að sýna mynd á honum, og það stendur nú sé ég ekki textann, en svona. Það stendur þetta frægasti vísindamaður í heimi. Og hann býr í Bandaríkjunum og með vikulega þætti. Það hægt að googla bara orðið ekki kakó, þetta kakú, að þá bara birtist það strax á Google. En stendur við the world famous physicist says he has found evidence that God exists. Svo þetta nú í fyrsta sinn sem vísindamaður viðurkennir tilvist Guðs. When responding to a question about the meaning of life and God, Kaku surprised his interviewer when he revealed that most top physicists do believe in a God because of how the universe is designed. Ours is a universe of order, beauty, elegance, and simplicity. He explained the universe didn't have to be this way. It could have been ugly and chaotic. In short, the order we see in the universe is evidence of a creator. I have concluded that we are in a world made by rules created by an intelligence, the physicist said to Science World Report. Svo þetta svona, en nú svo margir vísindamenn komnir fram, nú eiginlega komið hálfgerð svona MeToo-bylting í vísindaheiminum, nú segjast allir hafa haldið þetta í mörg ár. Þannig nú vildu allir lilju kveðið hafa, eins og sagt En svo spurning, hvað verður svo úr framhaldinu? Munu þeir þá kannski fara að kanna trúarbrögð eitthvað frekar? Og líka að kanna hvort það sé til andlegur heimur. Og en eins og við vitum þá eiginlega trúa allir að þeir fari til himna þegar þeir yfirgefa jörðina. Samt hafa menn voða lítið reynt að rannsaka hinn andlega heim. En þetta kannski fyrsta skrefið að menn fari að kynna sér hann. Og svo líka geta menn skoða NDE sem kallaði, eða Near Death Experience. Vísindamenn geta til dæmis kannað alla þær frásagnir og það er margt hægt að skoða til þess að samfærast að hvernig heimurinn var til og svo líka spurningin af hverju var það til sem að svona trúarbrögðin fjalla meira þann þátt heldur en vísindin svona hingað til og kannski maður byrja svona aðeins á efnisheiminum, hvernig hann var til. Vísindamenn komu með þá hugmyndum að hefði orðið eitthvað Big Bang á sinni tíma sem þýðir þá að það hafi verið til efni áður sem hafi klumpast í einhvern svarthol og sprungið.
En það er þetta sann á margan hátt að það er bara bull. En ég nenni ekki að fara í gegnum það hér. Ég myndi vilja hafa bara sér kannski fyrirlestur það. En það er svona mál. En svo hafa mér reynt að útskýra hvernig líf byrjaði á jörðinni. Já, ég ætla að sýna ykkur þessar tvær bækur sem að ég byggi mikið á. Þessi hér. Og svo er þessi mjög góð hérna líka, Saga tímans eftir Stephen Hawking. Saga tímans. Þetta er svona, og það er svo merkilegt með Stephen Hawking, hann er alltaf að segja það er bara alveg eins og sé til Guð sem hafi ætlað að búa til þennan heim og ætlað að skapa verur eins og okkur og alltaf að vitna í að það er eins og það sé til. Hann var alltaf að segja það. Ef hann hefði sagt það er til Guð sem hefur ætlað að skapa mannin, þá hefði Vísindaakademían ekki verið mjög vingjarnleg. Og þess vegna var hann alltaf að segja það er alveg eins og. En núna er bara komið fram, hvað að segja, þekktasti vísindamaður í heimi sem segir bara ég get sannað að það er til Guð. Hann segir það á öðrum stað. Ég þarf að ná mig í vasklas, segi mér þá. Ég er á svo þurri munnum. Allavega, ég ætla að halda áfram með spennandi og já, ég ætla ekki að fara mikið út í hvernig heimurinn var til núna. En við vitum bara þegar sólkerfin verða til við það að stjörnuþokur springa, það er að segja stórar stjörnuþokur, og þá myndast galaxy sem við þekkjum, eða Milky Way eins og þið kalla á ensku, og þá myndast margar svona ljóskúlur sem fara út allt og myndast sín eigin svona kerfi, svona sólkerfi með mörgum plánetum og allt þetta. Og þegar stjörnurnar í kring, þegar þær kólna niður, því að þær slengjast út úr sólinni í byrjun, og svo þegar þær kólna niður og ef þær eru í góður, svona heppilegu fjarlægð frá sólu, að þá kólnar jörðin niður og þá myndast náttúrulega steinaríkið, eða mineral kingdom. Og svo þegar það er búið að myndast og hitinn búinn að minnka þannig að plöntur geta orðið til, að þá verður til plönturíkið til að byrja með. Það er fyrsta ríkið fyrir ofan steinaríkið. Og sumir vísindamenn hafa reynt að spá í hvernig þetta hefur getað orðið og telja líklegt að elding hafi svona farið ofan í einhvern drullupoll og það við það hafi myndast frumur með DNA-keðjum og svo framvegis sem að geta skipt sér. En svona einfalt er þetta ekki. Einn vísindamaðurinn sem var allan ekki verið líffræðingur sem sagði að það getur engin DNA-keðja orðið til að sjálfu sér. Líkurnar á að DNA-keðja verði til, þær eru jafn miklar og að hann sagði stormsveipur fari í gegnum bílastæði, það sem eru hundruð af bílum, svo sogar upp í loftið, svo klessast þið saman í loftinu og við það og svo að lokum hann kemur út Boeing 737. Líkurnar eru jafn miklar að þetta geti á sér stað eins og að DNA-keðja geti orðið til að sjálfu sér. Svo líkurnar eru ekki mjög miklar en það er ekki nóg með DNA-keðjurnar, þær eru inn í frumum og það þarf að skapa frumurnar líka, það er ekki nóg að hafa bara einhverja DNA-keðjur bara fyrst og her. Að sjá, þetta var ensku hérna. Svo þá er spurningin hvernig byrjaði Jurtaríkið
og samkvæmt bókinni sem ég sýndi ykkur áðan eftir Julio Savi sem að tekur náttúrulega byggir allt á textum frá Baha'u'lláh og Abdul Baha, sem sagt boðbera síðustu trúarbragða á jörðinni, Baha'i-trúnni, og þar sem að þetta skýrt náttúrulega miklu nánar ef maður les bókina, en ég með reyndar með fyrirlestur sem að fjallar þessa bók sem ég hef sent þér áður, þar sem að blaðsíðunúmerin koma fram, þar sem að tekið er af. Sko, segir, já, ok, síðan eftir að plönturíkið er komið, já, það var sem sagt til plönturíkið með aðstoð frá hinum andlega heimi. Það getur ekki orðið til að sjálfu sér. Og það er sama þegar jurtaríkið er komið, við fara að blómstra heiminn, að þá vinnur hinn andleg heimur við það að búa til dýraríki, sem er næsta ríki fyrir ofan plönturíkið, eins og allir vita. Og þannig að dýr er ekki planta sem að þróa svo mikið að hún bara varða dýrið. Það er ekki svona einfalt. Það þarf aðstoð fyrir andlega heimi til að slíkt geti orðið til. Og stendur, er þetta á blaðsíðu 60 í bókinni sem ég sýndi ykkur, stendur AB 60. The mineral progresses in its own world, eins og ég sagði, það bara jörðin kólnar niður og þá verður til steinaríki, það þarf enga aðstoð við það. But from the mineral to the vegetable, it progresses only by divine bounty. Also transformation from vegetable to the animal is God's plan. Of itself, the transformation cannot take place. It is only the power of the world of the kingdom which, belonging to a superior level, can realize this transformation. Such a concept is evident, particularly in the process of man's spiritual evolution. Nú já, við getum sagt það, er svona á blaðsíðu, þetta er reyndar á annarri bók, þær eru mánuði tiltekni, desember 12. Þar segir Baha'u'lláh, as to thy question concerning the origin of creation, know assuredly that God's creation hath existed from eternity and will continue to exist forever. Its beginning hath had no beginning, and its end knoweth no end. His name, the Creator, presupposes a creation, even as his title, the Lord of Man, must involve the existence of a servant. Og hef ég skrifað, þetta segir okkur að það er sérstakt samband milli Guðs og manna. Guð elskaði manninn, þess vegna skóp hann manninn. Guð hefur alltaf verið til og samkvæmt textanum þá hefur maðurinn alltaf verið til. Það segir okkur að efnisheimar eins og sá sem við þekkjum hafa alltaf verið til. Vísindamenn telja að maðurinn hafa orðið til við einhverja tilviljun, en þessu er einmitt öfugt farið. Ávöxtur efnisheimsins, það er að segja, en raunverulega ástæða fyrir sköpun efnisheimsins var, er, maðurinn. Maðurinn var skapaður til að þekkja og tilbiðja Guð. Að læra að þekkja er óendanlega langur ferill og þá erum við bara að tala að þekkja sýnilega, ytri eiginleika hans, en ekki raunveru hans, sem enginn getur nokkuð tíma þekkt né skilið. Já, svo hef ég sett inn hér, skoðum aðeins stöðu leiðbeinenda sem sendir eru til jarðar,
cirka 500 til 1000 ára millibili. Það fyrsta sem nefna mætti að þeir eru sendið frá hinu andlega ríki. Já, þá kemur spurningin upp aftur þarna með að nú Vísindavefurinn búin að viðurkenna að Guð sé til og þá spurning farið þá að skoða meira. Ég nefndi nú bara near death experience en farið þá að kanna hvort það sé til andlegur heimur sem að öll trúarbrögð segja að sé til og þeir hafa ekki vilja vera hvað var að segja, það var kannski skamma sín jafnvel fyrir að vera kanna hvort það til andlegur heimur. Þannig að það ekki fyrst að vita eitthvað þennan heim. En nú eru búinir að uppgötva, eða hvað að segja, viðurkenna að Guð sé til. Og þá náttúrulega komum við líka að því af hverju hann skapaði heiminn. Og það, eins og ég segi, það kom fram í textanum og þeir fara þá vandarlega að kanna hvort það sé ekki til andlegur heimur. Og hérna ætla ég að byrja að segja frá leiðbeinum. Við vitum svo mikið andleg heim að því að það eru Guð sendir leiðbeinendur til að leiðbeina mannkyninu. Og það fyrsta sem ætti nefna einmitt að þeir koma frá hinu andlega ríki. Þeir voru því til áður en þeir komu til jarðarinnar. Þó þeir fæðist á jörðinni þá verður sál þeirra ekki til við getnað. Aðeins sál mannsins verður til við getnað. Sendiboðarnir boða nýtt fagnaðarerindi, það er að segja nýja siði og nýja lífsreglur, siðareglur sem taka mið af breyttum aðstæðum í heiminum frá síðustu komu leiðbeinanda. Þeir virða alltaf sjálfstæðan vilja mannsins og neyða engan til að fylgja sínum ráðum og leiðbeiningum. Hver leiðbeinandi kennir ekki meir en nemendurnir ráða við að taka á móti. Sem dæmi mætti nefna að Jesú vissi vel að jörðin væri ekki flöt eins og talið var þegar hann kom, en prógrammið hans, svona gæsalappa, fjallaði aðallega að kenna mönnum að elska náungan eins og sjálfa sig. Það er að segja kærleiksboðskapinn. Það var því hvorki staður né stund til að fræða að jörðin væri hnöttur sem svifi í kringum sólina. Slík kennsla eða uppljóstrun hefði bara haft neikvæð áhrif. Þess vegna þarf stöðugt að senda nýja kennara sem taka mið af stighækkandi þroska mannsins og mið af fræðsluna við móttökugetuna. Og hérna, ég man ekki held að það var einhver af sem sagði, hvernig var þetta nú mannkynið komið á háskólastigið. Ég held að vera Abdul Baha sem sagði þetta, þannig að nú þarf ekki lengur að kenna í dæmisögum eða slíkt, nú bara hægt að segja hlutinu bara nákvæmlega eins og þeir eru. Það er til bók sem heitir Sumarlandið, sem ég hef nú minnst á áður. Og hérna sem skrifuð, þetta voru bara upptökur af miðilsfundum sem að þeir sem eru komnir á næsta tilverustig, þeir vilja koma til okkar upplýsingum hvernig þarna hinum megin. Til að undirbúa að koma okkar þangað. Þannig að við og margt af því nefnilega passar við það sem Bahá'í-trúin segir. Hérna stendur framliðni segja, þegar við förum að hærri andleg stig, þá verður sífellt minna og minna líkömuð, verður meiri ljósverum. Það er ekki alltaf auðvelt að greina hver ljósveran því andlitið og líkaminn baðað í ljósi. En við getum alltaf brugðið fyrir okkur gamla andlitinu sem við höfðum á jörðinni. Svo viðkomandi sjáum hver við erum. Og þarna kommentar Abdul Baha svipað dæmi.
Það á blaðsíðu 223. As to the question whether the souls will recognize each other in the spiritual world, this fact is certain, for the kingdom is the world of vision, where all the concealed realities will become disclosed. Og hérna svo segir framliðnir, umhverfið er svipað og það er á jörðinni, það er að segja fjöll, sjór, tré, blóm, hús og bátar, allt sem jörðin hefur og margt fleira. En þetta kemur líka fram í fyrirlestrum Rupert Dunbars næsta tilverustig. En það eru margir, það er óteljandi fyrirlestra sem að Rupert Dunbar hefur verið tekið upp á vídeó og hægt er að sækja á auðveldan hátt, bara með því að googla nafni hans. Og hann nefnilega, já, hann er að benda á þetta líka, að þar sé nákvæmlega sama við, og það með sem kemur fram hjá Abdul Baha að þessi jörð okkar, hún er bara endurspeglun af hinum andlega heimi. Svo það er ekkert óeðlilegt að allt hér sé mjög svipað og hinum megin. Já, svo stendur hérna, framliðnir segja að færslan yfir á næsta stig, andlega heiminn, er höfð eins áreynslu lítil og hægt er. Sem dæmi mætti að nefna að sá sem deyr, / framlíður, í rúmi á spítala, vaknar í rúmi á spítala hinum megin. Það er í raun ekki þörf fyrir spítala hinum megin, því nýji líkaminn er gallalaus, það er að segja engri sjúkdómar, en ástæðan fyrir spítalanum er bara að gera flutninginn eins mjúkan, það er að segja áreynslu lítinn fyrir sálina og mögulegt er. Það tekur þó nokkuð tíma að átta sig á að, já, það tekur suma þó nokkuð tíma að átta sig á að þeir séu frammi liðnir. Því að við tölum svo lítið það að við fáum líkama hinum megin. Þó bæði Baha'u'lláh og Abdul Baha séu búin að tala að við fáum líkama hinum megin. Ég skil ekki af hverju ég sé það ekki í þessu. Sjá. Já, ok. Ég sé að það er raunverulega meira hérna á enskunni. Og hérna sko, þeir segja hérna hinum megin að það sé andleg jörð í kringum okkar jörð. Og að yfirborð þeirra jarðar, hún er út fyrir aðdráttarafl jarðar. Þannig að, já. Þannig að þegar menn segja að menn fær til himna, menn hafa mikið spáð í hafa einhvern annarri stjörnu eða hvar er þessi himinn. Svo að það er tilgreint hér. Hérna stendur Abdul Baha segja, já, the kingdom is the real world, and this nether place is only its shadow stretching out, images reflected in water. And that world is within this world. Svo þetta er alveg í samræmi við það sem Baha'i trúin segir. Og segir, by saying this nether place is only its shadow stretching out, includes that the next realm is much more advanced than planet Earth. Og svo segir, já, svo kemur hérna, we get a new body when we transfer to the next realm, eins og ég var að koma að þá segir Baha'u'lláh það. In the world of the kingdom, the soul will assume the form that best befitted its immortality. Og Abdul Baha segir, hann fjallar það líka, in the world of the kingdom, the soul, nú er svona punktar, will assume the form that best befitted
immortality. Þetta var frá Baha'u'llah. Svo kemur frá Abdul Baha. In the other world, the human reality does not assume physical form, rather does it take on a heavenly form, made of elements of that heavenly realm, and it remains in the degree of purity to which it hath evolved during life in the physical body. Svo hann staðfestir hérna líka, við fáum nýja líkama á næsta stigi, eins og, hvað maður segja, eins og hérna þeir sem farnir yfir, sem eru framliðinir, eins og kallað, eru að segja okkur á þessum fundum. Hérna, já. Já, þetta svolítið spes hérna. Some mediums that have been present at deathbed in a hospital, when someone is leaving his, her body, have seen a new body become, form, just above the dying body. The bodies are connected. Það einhver með hljóðnema á sem að truflar. Það ekki, heyrið ekki þetta hljóðstundum? Nei, veit það ekki. Já, the bodies are connected with a nerve string and there is a wave motion from the dying body to the new one. The string gets steadily thinner and when it breaks, then life ignites in the new body. Then usually family members on the other sides have come to follow the newcomer to the new homeland, that they call Summerland. Hérna svona smá grein frá Abdul Baha. In the world beyond, the progress of the soul is through the bounties of the manifestation of God, as well as by intercession of other souls. All souls that are still in the physical states of their lives, and of souls who have ascended into the world of the kingdom. In prayer there is a meaning of stations, a meaning of condition. Pray for them as they pray for you. For transferred people say, many transferred people work with the same thing in the Summerland as they did on Earth. For example, engineers and doctors that have developed devices that use laser beams for healing purposes often go on developing such devices in laboratories in the Summerland. If they find better methods for the devices, then they try to convey the new discoveries to people that are working with similar projects on Earth when they are sleeping or meditating on the subjects. And so, let's look at the quotation from the book Nearness to God. Það stundur vitna í þá bók. Og það Abdul Baha. As to the question regarding discoveries made by the soul after it hath put off its human form, certainly that world is a world of perception and discoveries. Og svo einn hérna grein sem ég sé að Abdul Baha hefur líka svona með kommentu samefni. Transferred people say, those who have behaved badly on Earth do not get full freedom on the other side. They must first realize their evil deeds and apologize for the behavior before they can participate in normal life in the Gæsalappa. Og hérna segir Abdul Baha, those souls who are pure and unsullied on the dissolution of their elemental frames hasten away to the world of God, and that world is within this world. Já, svo hann tók hinna hliðina, þegar maður eru góðir en ekki slæmir. Ok, ef einhver hefur spurningar sem ég get vonandi þá svarað. Þú minntist á það, Steini,
að Kristur hefði komið á sínum tíma og hefði ekki kannski frætt mennina það að jörðin væri kringlótt og feistist í kringum sólina. Já. Mér finnst þetta dálítið svona takmarkað það sem er sagt kannski í Biblíunni þetta og þetta vegna þess að ég veit ekki, maður veit ekki sko hvað maður á að segja. Mér finnst þetta stundum ekki í samhengi, þú veist til dæmis að Egyptar til forna, við getum talað 3000, rúm 3000 ár, þá reistu þeir píramídana og píramídarnir er þannig að þeir stýra sólarljósinu að sólarljósið er ákveðinu stað, á ákveðinu tíma, ákveðinu árs. Og líka það eru steinar í Englandi sem að þeir sýna sólina og stöðu sólarinnar. Já, Þannig sko, manni finnst sko, þegar maður les söguna, aftur fyrir Krist, að menn hafi nú vitað töluvert sko. Og maður veit það ekki sko, en það er svo margt í Biblíunni sem er dálítið svona hulið. Eins og við vitum ekki hvaða dag hann fæddist og svo setra sko. Þannig að ég held að til dæmis Egyptar, hann er Palestínumaður, hann er Austurlandamaður og þeir hafa búið örugglega yfir mikilli þekkingu sko, þó að kannski það kemur ekki fram í testamentinu sko. En síðan kemur Múhameð og segir raun og veru þetta beint í Kóranum sko. Já. Mér skilst að það hafa komið fleiri hundruð leiðbeinendur jarðar. Frá því að maðurinn var hugsandi vera, þá hefur hann ekki verið skilinn eftir einmana eins og var orðað. Þannig að hver spámaður, þetta eru bara mannkyns fræðarar og þeir hafa bara sitt pensum og þeim er ekki, sko, þeir vita að það kemur annar á eftir þeim sem mun útskýra ýmsa hluti sem er ekki tímabært að útskýra þegar þeir eru hérna. Eins og ég held að það hefði ekki hjálpað Kristi með því sem hans hlutverk var að skapa meiri kærleika í heiminum að fara að segja að jörðin væri í fyrsta lagi kringlótt og í tala en fara að segja að hún var svífandi kúla sem að færi hringinn í kringum sólina og svo framvegis. Þetta átti ekki heima eins og á þeim tíma. En það getur vel verið að á sömum tímum áður að þá hafi orðið hátt menningarstig á ákveðnum svæðum. Og svo má heldur ekki útiloka að það hafi komið visitors, hvað heitir það, ferðamenn frá öðrum stjörnum sem hafa sýnt alls konar tækni sem við menn kunni ekki einu sinni. Og mér finnst nú að margt eins á þessum hlutum sem telur upp með píramída og annað, að bara að þetta hefði ekki verið svona í mannlegu valdi að lyfta upp 100 tonna blokkum til að þeir gætu haft þetta miklu minna sig. Þannig að þessi bara allt annar heimur og það er bara gaman að spá í það. Og það kom, mér fannst mest spennandi við píramídana að það er búið að leiða líkur að því að þetta voru orkustöðvar til að hlaða, til að senda orku upp í geiminn sem geti verið til að hlaða svo fljúgandi diska. Svo að það er svona mál. En eins og sagt hefur verið, Guð hefur aldrei skilið manninn eftir án leiðbeininga frá því að hann fór að vera vitsmun að vera. Og það getur verið þúsundir óðbera sem hafa komið. Þess vegna. Þegar ég las Bhagavad Gita, var nú bara táningu þá að ég hafði nú áhuga á trúarbrögðum, þá sá ég að það hefði verið spámaður á undan Kristi. Gerði mér ekki grein fyrir, þá fór ég að hugsa það, já. Þannig þegar ég heyrði Bahai trúna, þá hugsa já, ætla sé komið nýr spámaður að því ég var búinn að sjá að spámenn koma bara með reglum millibili.
Fleiri? Jeff, þú ert alveg komið með spurningu á varirnar. I don't have a question, but can you hear me? No, I do. Okay. I don't have a specific question, but I think that the issue of what Christ taught and what he didn't teach, or for that matter, any of the previous messengers, we don't have very much information. To say what Christ didn't teach, one would have to know everything that he did teach, and we don't. So it would appear that from what has been published in the Bible, those things that the apostles felt were essential were distributed, and there could have been many things that Christ taught. You know, he taught for 3 years, but everything that we have, let's say, quoted from Christ, you could fill a medium-sized pamphlet. There isn't all that much. We must assume there was a great deal more that he taught, but perhaps wasn't considered essential at that time. We don't know what is lost. Furthermore, Baha'u'llah talks, I believe it was in, I could be mistaken, I think it was in the Epistle to the Son of the Wolf, where he talks about previous inventions that were equal to our century, but have disappeared. And there are many reasons for this. We know through the study of archaeology and anthropology that many civilizations were very progressive, very modern in human terms, but due to plague, due to war, we're completely wiped out. Full languages have disappeared, cultures have disappeared, and we're beginning to discover these things now. So I think as Baha'is, we understand that all knowledge comes from God. And I think that knowledge probably, my opinion is that knowledge will always find eventually, I'm gonna have to shoot that bird one of these days. That all knowledge eventually can be traced back to God's messenger in one way or another. And I think that far more likely than visitors from other planets, which a popular opinion to perhaps satisfy our desire to have an answer. Já. Það sem þú nefnir að það er svo margt sem geta týnst í því sem að Kristur kenndi. Þegar ég var á Spáni í heimsókn hjá systur minni í Barcelona, þá var hún með vinnukonu sem átti kærasta. Ég var að ræða við hann trúarbrögð og sagði honum að það væri í Biblíunni sagt frá því að það komi annar spámaður og hann sagði, nei, það stendur hvergi í Biblíunni. Jú, það er hjá Jóhannesi frá 14 upp í 23, ég kunni mér sér númerinn á því. Svo þannig að þá var sótt þarna upp á hillu spænsk Biblía og við skoðum þetta. Það var búið að pensla yfir allt sem að tala var að kæmi annar spámaður. Þetta gerir katólska kirkjan, hún vill ekki að það komi einn annar. Páfinn á bara að vera þetta til eilífðar, hann hefur það mjög gott þarna. Og hann vill ekki að það fólk sé að velta fyrir sér að komi einhver aðrir spámenn. Þess vegna held að katólska kirkjan hafi þurrkað út ansi mikið af textum sem að hentaði þeim ekki. Hvernig var penslað yfir það? Var búið að þurrka það út eða? Já, það var bara eyða, en voða lítil eyða sem gefur til kynna að þarna hefði verið eitthvað mjög lítið, en í ensku orðabókinni er þetta bara langa setningar. Er þetta sérstakar katólskar biblíur? Já, það eru þykkar og helmingurinn af síðunni, á hver einustu síðu, er útskýring kirkjunnar á textanum fyrir ofan.
Já, já. Þannig að þú átt að skilja Biblíun á þann hátt sem að kirkjan segir þér að skilja hana. Það er ekkert að velta þessu fyrir þér sjálfur neitt. Nei. Það er katólsk Biblía. Og hvað gerði maðurinn? Reyndi hann að afla sér upplýsinga í öðrum biblíum? Já, ég veit það ekki. Hann hafði nú ekkert voða mikið áhuga á trúarbrögðum almennt, en hann var hissa að sjá að í ensku bókinni var hellingur komu næsta spámann sem var hvergi að sjá í hans biblíu. Já, já. Vel langar að spyrja, ekki hefur kaþólska kirkjan átt við síðasta bréf biblíunar, því að það er náttúrulega, það er mjög skýrt að endurkomu, sko. Nú, hvernig kom það fram? Það kemur raunar fram, já, í sambandi við Múhameð, hann er sem sagt næstur og eftir, 620, það kemur mjög vel fram, það eru þessi tveir sem að verða deyddir og liggja á strætum, þangað til að þeir vera reistur upp aftur og þá kemur það bábinn, það er bábinn og það er ekki bara hála, heldur hérna, sá sem að var fyrstur átrúandi. Bábinn og Kúdús. Og Kúdús. Og það kemur mjög skýrt fram í þessu bréfi, raun og veru ártalið og annað. Opinberun Jóhannesar. Já. Það kemur fram í bókinni Sumarlandið, hún er nú eiginlega verið uppsteld, en það er hægt að fara á bókasöfn og lesa hana þar. Þar komu margir prestar fram og þeir skammast mikið út í kirkjuna, sem að þeir þjónuðu sjálfir og segja að það sé rangmælum að líkaminn fara hún í gröfun, eða maðurinn eða sálinn fara hún í einhverja gröf og bíði eftir einhverjum blæstri í lúðri til að fara upp og þannig að þeir gera voða lítið úr kirkjunni, en einn var nú spurður, en hvað með framtíð kirkjunnar? Og þá segir það koma alltaf nýja kærleiksverur fram, og þetta er á blaðsíðu 82, ég með rétt, og hann segir það eru víst tveir þarna núna. Af hverju tala nú að komi tvær kærleiksverur á sama tíma? Þetta vita er þarna hinum megin. En ekki hérna megin, altså kirkjuna menn. Já. Já. Þetta eru athyglisverðar pælingar. Já. Eru einhverju fleiri sem vilja spyrja eða koma með athugasemdir? Ég kannski aðeins hérna við byrja á því að þakka þér, Guðmundur, fyrir allt þessar sem þú varst að miðla til okkar og gott að sitja hérna með ykkur og ég svo sem velti fyrir mér að því að þetta er svo áleitið að geta sanna það vísindilega að Guð sé til, sko. Og það er þarna í ensku útgáfunni á Some Answered Questions, sem eru viðtalserindi við Abdu'l-Bahá sem að Laura Clifford Byrne tók við hann á þessum árum sem hann satt þarna niður í Akka frá 1906 til 8 eitthvað svoleiðis. Og hún gefur síðan þessa bók út með hans leyfi og hans blessun og hann náði að fara yfir mest af því áður en hann lest, sko. Og þar stendur, sko, í öðrum kafla Proofs and Evidences of the Existence of God. Og hann er með stuttan lítinn kafla þetta og það sem hann leggur út af fyrst er það að þetta augljósa maðurinn skapaði sig ekki sjálfur. Hvað þýðir það? Það hlýtur að vera til skapari. End of story. Það er alveg ótrúlegt, en svo koma margar fleiri útskýringar en hann gerir líka greinarmun á því hvort þú hafir það andlega innsæi að geta skilið þetta strax og sért á þeim level eða þú ert á neðri level, þá þarftu myndlíkingar og samanburðir, sko, hann kemur aðeins inn á það. Já. Og mér datt þetta svo mikið í hug þegar þú varst að tala, þetta kemur alveg heim og saman við það sem hann segir þarna
það sem þú varst að tala og vitni hann hér og þar. En mér er stórmerkilegt, ég hef aldrei heyrt þetta svona áður, að þeir, Baha'u'llah og Abdul Baha, hafi í rauninni sagt að veraldin sem beðið okkar væri í svipuð eða eins. Ég verð að viðurkenna það, ég ræði varla við það konsept sjálfur, sko, en eins og ég segi, þeir vissu hvað þeir voru að tala þessi menn. Já. Þessi bókar. Þessi bók sem ég nefndi hérna, Já. það vill svo til, sem að Jeff veit ekki er búinn að gleyma, Já. að þessi bók kom í bóksöluna þegar við vorum ennþá á Óðinsgötunni. Þá var hann að vinna á skrifstofunni á Óðinsgötu og hann fékk alltaf annað slagi frá Bretlandi held ég að verið svona bækur til að svona sýnishorn til að sýna hvað sé í boði og svo hefur hann flett þetta eitthvað svona vísindalegt, þetta sé ekki bara fyrir steina. Svo hann sendi mér bókina, þetta er búið að vera biblía mín bara alla daga síðan og fyrirlesturinn er byggður á þessari bók sem ég bara óvart senda. Kannski ekki óvart, ég veit það ekki. Það er svo annað. En það er eitt annars ég má skjóta því inni líka sem hafi mikil áhrif á mig í þessari lesningu þegar ég var að lesa þarna Some Answered Questions og það er þetta er til eitthvað sem er alfullkomið, alltumlíkjandi, óskeikult með öllu. Ekkert það er á að vera sko, algjörlega fullkomið. Allt sem þetta er í hug varðandi fullkomleika á við þetta fyrirbæri. Er þetta fyrirbæri til? Og svarið við því já, ef þú skynjar ófullkomleika og ert sammála það og við erum öll sammála það að við erum öll háð sundrun og samruna og allt tekur breytingum, allt hér í kringum mig mun breytast. Jafnvel frá degi til dags, hvað þá frá árþúsundi til árþúsunds. Leysist upp og rennur saman, leysist upp og rennur saman og við getum alveg verið sammála það að þetta sé ófullkomleiki og það er það. Þú getur ekki skynjað ófullkomleika nema fullkomleiki sé til. Þannig að fullkomleiki, annars hefur ekki samanburð heitt og kalt, svart og hvítt. Og þá existerar þetta minnstakosti sem konsept í kollinum á þér og akkur skildi það þá ekki existera líka í einhvers konar raunveruleika þó að við skynjum hann ekki. Með því að tefla fram öllum andstæðum sem við notum og þá er þetta eina af andstæðunum, þetta er svo aðstæðir. Og ég féll fyrir þessu alveg bara strax. Ég get ekki skynja ófullkomleika nema fullkomleiki sér til. Þetta kemur frá Abdul Baha. Fyrir mér, það eina sem er umverulega óskeikult, það er náttúrulega bara ansverja húsið. En varðandi svona almenna hluti sem að við metum ljósið betur af því að við fáum myrkur eins og núna, þá kunum við að meta það betur. Þannig við þurfum ofta að sjá andstæðuna til að kunna meta hinn endan. Þetta virðist vera liður í því hjá Abdul Baha að ná til rökhyggjunnar okkar, hjálpa okkur að nota rökhyggjuna til að skynja Guð ekkert síður en andlegt innsæi. Jú, þetta er búið að vera biblía mín lengi líka. Þannig að þetta fyrsta bókin sem að ég eignaðist, það var Some Answered Questions. Já, hún er nokkuð. Það var Kanadamaður sem kom í heimsókn og var að segja mér frá Bahá'í trúnni og ég botnaði ekkert í hvað hann var að segja, svo ég spurði bara, áttu ég einhverja bók um þetta? Hann sagði, jú, hörðu, ég býni hérna rétt hjá, komdu bara, skal bara lána bók. Já, hann spurði fyrst, hvað hefur áhuga á? Og ég sagði svona, jóga til dæmis. Og hann sagði, já, hörðu, þá er bara góða bók fyrir þig. Og það er nefnilega mikið talað þróun sálarinnar eftir dauðan meira að segja og svo framvís, sem er nú mikið vinsælt efni meðan þeim sem er að lesa þau ritin. Ég las líka allt sem að Gunnar Dal þýddi frá Indlandi. Allar þær bækur hans jógafræðin. Ég fór í jógaskóla mér sér líka. En þetta var fyrsta bókin sem ég eignaðist og hef aldrei sleppt henni.